Komið sæl og verið velkomin í annan þátt af fótboltasögum fyrir svefnin. Ég heiti Óla Birnir Hákonarson og með mér Stefán Pálsson. Og já, Stefán, í dag ætlum við að fara yfir samspil fasistastjórna og knattspyrnunnar á fyrri hluta 20. aldar. Já, það er stórt verkefni undir núna í þessum svona næst síðasta þætti, allavega í þessu fyrsta keppnistímabili. Og við ætlum að tala um svona, bara eina heilugu þrenningu illskunnar á millistríðsárunum sem er bara Mussolini, Hitler og Franco sjálfur. Já. Og kannski ég ákvað nú svona í tilefni af þessu, þá fékk ég hérna hjá félaga mínum lánaða sádi-arabíska landsliðstreyju. Já. Það er svona, kannski til marks svona fulltrúi fyrir svona illa þokkuð stjórnvöld í samtímanum. Þeir eru aldrei reyna að stela dálítið knattspyrnunni frá okkur í dag. Já, eru dálítið í því. Já. Þau eru mun sakleysislegra hjá þér. Já, þetta er nú bara litli maðurinn í Garðabæ, KFG, knattspyrnufélag Garðabæjar. Akkurat. Stofna Lalla Gumm 2008 sem spilaði nú bara í Evrópu og margar landsleiki að baki, sko. Já, og bara þeir eru eiga gott tímabil. Já. Við bara höldum okkur upp í toppbaráttu og ennþá inn í framrúðbikarnu, þannig að við erum bara að gera gott mót. Við fögnum því. Já. En það sem er efni dagsins, það eru millistríðsárin í Evrópu, þar sem að náttúrulega einkennast af uppgangi fasískra afla, þar sem að Ítalir svona ríða á vaðið og Mussolini stjórnin kemst til valda 1922. Síðan rúmum áratug síðar að þá komast nasistar til valda í Þýskalandi og fljótlega í kjölfarið af því þá er fasistastjórnin á Spáni undir forystu Franco. Og í öllum þessum tilvikum að þá er náttúrulega bara fótbolti vinsæl íþróttagrein og þessar ríkisstjórnir þær hafa mismunandi afstöðu til knattspyrnunnar, ganga mislangt í að nýta hana, en svo er líka getur fótboltavöllurinn oft verið svona vettvangur í alræðissamfélagi fyrir fólk til þess að spyrna við fæti og sýna kannski andóf sem þú kemst ekki upp með annars staðar. En við sem sagt byrjum á Mussolini og í rauninni sko þessi valdataka hans 1922 sem að er eiginlega í kjölfarið af því að hann stormar þarna með hóp sinna fylgismanna til Rómar og stjórnin þar, konungurinn fer á taugum og Mussolini er í rauninni bara afhent völdin í landinu, svona hálfpartinn í þeirri vona að hann myndi nú bara þar með afhjúpa sjálfan sig og verða bara fljótlega úr sögunni. En þarna er keyrð mjög svona þjóðrembuleg stefna. Ítölsku fasistarnir telja að Ítalía hafi verið niðurlægð af öðrum löndum álfunnar, þeir hafi ekki fengið að eiga nýlendu kapphlaup eins og evrópsku risaveldin á 19. öldinni og fyrr. Þannig að það er mikil áhersla á útþenslu sem að tekur á sig frekar svona hörmulegar myndir í nýlendu stríðum í Eþíópíu. Og svo er líka þessi mikla áhersla á að svona þjappa saman, búa til einhverja svona ítalska þjóðareiningu. Og fyrsta sem að sést í þessu í þessu sambandi varðandi knattspyrnuna sérstaklega, er það að fasistarnir reyna að svona ítölsku væða boltann. Ítölskur fótbolti bara á nákvæmlega sama hátt og allstaðar annars staðar hafði komið með Bretum og Bretar höfðu verið svona fyrirmynda ríkið,
í flestum löndum þá eru tungumálið, orðin, hugtökin sem eru notið í fótboltanum, allt saman fengi beint úr ensku, liðin mörg hver upphaflega stofnuð af Bretum búsettum í viðkomandi löndum og við sjáum það víða á einmitt svona ritthættinum. Þess vegna heitir til dæmis AC Milan heitir í rauninni eftir sko enska rithætti borgarinnar Milano. Já, ekki Milano, já. Og svo víðari og svo víðari. Þannig að fastandi byrja nú á að uppræta óítölsk nöfn. Þannig að ýmis fótboltalið þau eru látin taka upp ný nöfn. Það gildi til dæmis AC Milan. International, þetta þótti ekki nógu gott heldur. Flest þessi félög breyttu síðan nöfnum sínum aftur tilbaka. Leikvangar, þeir voru endurskýrðir eftir einhverjum hetjum sem voru fasistum meira að skapi. Sjálft nafnið á íþróttinni breytist þannig að Ítalir eru sko það er bannað að tala beinlínis fótbolta, þetta kemur inn þetta orð calcio sem við þekkjum í dag og Ítalir nota enn í dag svona jöfnum höndum þegar þeir tala fótbolta. Calcio is back, eða ekki? Jú, og og þetta sko calcio hafði líka verið nafn á svona fornum boltaleik sem að sko áður heldur en að Bretar búa til nútíma fótboltan, að þá höfðu verið svona vanþróaðar útgáfur af einhvers konar boltaknattleikjum, óðbeldisfullum út alla Evrópu. Og í Flórens þar var einmitt kunnur leikur sem að var kallaður calcio. Og þetta var svona hluti af tilraun ítölsku fasistana til þess að reyna að segja að það vorum í rauninni við sem fundum upp fótboltan en ekki Bretar. Svo kannski það sem áhrifameira það að Mussolini sem var sjálfur engin áhugamaður fótbolta og hann var meðvitaður áróður skildi íþrótta án þess að vera íþrótta áhuga maður sem slíkur. En hann lítur á þetta sem mikilvægt tæki til þess einmitt að svona sameina landið, gera það að svona einni einingu í staði fyrir að vera mjög svona sundruð héröð og borgir með mjög sjálfstæðar mállýskur og hefðir og tradisjónir og það allt saman. Þannig að hann leggur áherslu á íþróttagreinar sem að gerast á landsvísu. Aðalsportið undir stjórn að mati Mussolinis, það voru Ítalíu hjólreiðarnar, Giro Italia, sem er svona á eftir Frakklands hjólreiðunum svona kannski stærsta svona hjólreiðakeppnin enn í dag. Að því þar var náttúrulega farið milli allra borgana og svona litið á þetta sem svona samþjappandi afl. Þannig að það sem að Mussolini vill gera, hann vill sameina félög þannig að einstakar borgir sameinist lið og keppið svo við aðrar borgir. Og þetta svona nokkuð víða á Ítalíu svona þvingaðir í gegn sameiningar á fótboltafélögum, sumar þeirra gengu upp, aðrar ekki, sumar gengu tilbaka seinna, en kannski svona áþreifanlegasta dæmið þegar að Róma verður til. Þar bara sameinuð nokkur minni félög sem höfðu náttúrulega fyrst og fremst verið að keppa sín á milli, og
og Mussolini segir bara nei, þið Rómverjar eigið að keppa saman sem eininga á móti Milano og Torino og þar fram til göttunum. Tekst það nú líka sem sagt að samþætta AC Milan og Inter? Nei, það var alveg tómtmála að tala um það þó að þeirri hugmynd hafi verið fleitt. Það sem minnir svo pingulítið írónist í þessu öllu saman er það að AS Róma verður sem sagt niðurstaða úr þessari sameiningu og lifir enn í dag sem eitt af öflugur liðunum á Ítalíu. Svona eina stóra Rómarborgarliðið sem neitaði að taka þátt í þessari sameiningu, það var Lazio. Sem að gera þetta alltaf merkilegt að Lazio sem býður fastastjórninni í byrgin og til þess að halda sínu sjálfstæði, að síðan hefur svona kaldhæðnu örlagana valdið því að í dag er Lazio svona eitt af þeim liðum á Ítalíu sem hvað mesta svona fasista eða svona nýfasista tengingu. Okay. Og hafa oft lent í miklum vandræðum og kannski svona eldri hlustendur og áhörendur muna kannski eftir því þegar að Paolo Di Canio sem að reglulega kom sér í vandræði fyrir að daðra við fasisma og vera með húðflúr og annað slíkt með vísanir í frábær fótboltamaður, afleitur pólitíkus. Og spilaði svo með verkamannaliðinu Vestam Spilaði með verkamannaliðinu Vestam og svo fór hann til Lazio og oftar en einu sinni fór hann sko til últrastuðningsmannana og fagnaði með fasista kveðju og uppskar refsingar fyrir. Hann hefur nú síðan svona reglulega mætti viðtölu útskipta, hann hefur nú bara verið vitlaus og sjá eftir öllu saman svo það hefur verið sagt. Ítalirnir gera líka annað. Mussolini var ekkert vel við það að vera með allra þjóðakvikindi að spila í ítölsku deildinni. Þannig að Ítalía hafði var í rauninni fyrsta landið í heiminum sem að fyrir að laða til sín atvinnufótboltamenn í einhverjum mæli. Ég meina Bretar léku á Bretlandseyjum vissulega en ítölsk félög, atvinnumennskan kemur þar mjög snemma til sögu. Það var löng hefð fyrir því að fá jafnvel bara Skandinava og mikið Ungverja, Tékka, Austur-Evrópubúa. Þjálfarar kom í stórum stíl frá Mið-Evrópu til Ítalíu og höfðu mikil áhrif en undir stjórn fasista að þá farið að setja hámark á fjölda erlendra leikmanna sem hafði ekki verið áður en á sama tíma þá opnað á útlendinga sem að hafa ítalska rætur og eru ítölskum mælandi. Þannig að það verður í rauninni byrjar sko stríður straumur af góðum fótboltamönnum frá bæði Úrúgvæ og Argentínu sem eru svona leiðandi fótboltaþjóðirnar í Suður-Ameríku á þessum tíma, þar sem að var mjög stórt ítalskt samfélag. Og þarna eru leikmenn, menn sem að höfðu bara, og á þessum árum þá það ef þú fluttir þig frá Suður-Ameríku til Evrópu til þess að spila, þá varst þú ekkert að skjótast heim í einhver landsleikja frí. Þá bara varðst þú Ítali. Já. Þannig að leikmenn sem höfðu leikið til úrslita með Argentínu í fyrsta úrslitaleiknum á HM 1930, þeir eru komnir 2 árum seinna til Ítalíu og þeir gerast þá bara Ítalir og leika fyrir ítalska landslið. Þannig að þetta styrkir landsliðið og Ítalir fá að halda
þessa aðra heimsmeistarakeppni Einmitt, 1934. 1934. Svo fyrsta hafði sem sagt farið fram í Úrúgvæ, ollið heimamönnum sárum vonbrigðum að þráttur öll stóru orðin þetta fyrsta heimsmeistaramót að þá mættu mjög fá evrópsk lið og þau sem mættu, það þurfti nú eiginlega að draga þau með töngum, þannig að Ítalir, Úrúgvæmenn sárum móðgast og sitja heima sem ríkjandi heimsmeistarar 4 árum síðar. Bretar á þessum tímapunkti telja sig allt og góða og neita að taka þátt í HM, ekki einu sinni skráðir í FIFA á þessum tíma, þannig að Ítalir eru sigurstranglegir fyrirfram. Halda mótið á heimavelli og verða heimsmeistarar, verða fyrstu evrópsku heimsmeistararnir. Og þarna, það sem gerist á þessu móti 34 er að það er vissulega, það er notað sem mikill sýningagluggi, það eru svona fasista táknin, Mussolini er mjög sýnilegur, fasista kveðja sem að fylgir ítalska liðinu í öllum leikjum og þess vegna hafa svona margir vilja segja þessa sögu að þarna hafi menn nú haft rangt við að það hafi verið mikill þrýstingur á dómara og hótanir og mútugreiðslur og þar fram eftir götunum. Margir vilja bara stjörnumerkið dálítið þennan sigur Ítala. Já, en á hitt ber að líta að svona miðað við fjarveru annara aðila og það að svona kannski ef að þetta mót hefði farið fram 2 árum fyrr, 2-3 árum fyrr, þá hefði sigurstranglegasta liðið vafalítið verið Austurríki og við munum tala betur Austurríkismenn á eftir. En þetta svona gullaldarlið Austurríkismanna sem að margir reiknuðu reyndar með að myndi verða heimsmeistari, þetta 34, það er komið af léttasta skeiði þegar að þetta mót er haldið. Og það má kannski segja að hinn eiginlegi úrslitaleikur, heimsmeistaramótsins 1934, er milli Ítala og Austurríkismanna í undanúrslitum sem fer 1-0 og er í mjög slæmar aðstæður. Það er hérna úrhellisrigning sem að búið að vera þarna á undan sem að hentaði mun betur Ítölunum sem léku miklu svona líkamlegri bolta heldur en Austurríkismennir en Ítali verða sem sagt þarna heimsmeistarar. Hversu mikil áhersla mikil áhersla stjórnarinnar var, það er enda dálítið merkilegt að þetta 34 mót fer pínkulítið fram í kyrþey. Það er heimsmeistaramótin eru ekki orðin þessi svona þetta er ekki orðin þessi keppni sem að fangar athygli heimsins. Það er svona það er varla að ræða útvarpssendingar frá leikjum, sjónvarp er náttúrulega tómt mál að tala, þannig að þeir sem að fylgjast með heimsmeistaramóti í fótbolta eru bara hreinlega þeir sem að mæta á völlin og borga aðgangseyri. Og það er ekkit, fólk er ekkit að fara í þúsundavís landa á milli einhverjir fótbolta áhugum, við erum bara ekkit komin á þann stað í sögunni. Nei, þannig að Mussolini kannski tekst ekki alveg að dreifa boðskapni að víða og hann hefði kannski viljað gera. Nei, og hérna hafði kannski enga möguleika á. Að mörguleiti það eru ítölsku blöðin skrifa meira hjólreiðakeppnina Giro Italia meðan á mótinu stendur heldur en heimsmeistarakeppnina. Þannig að þetta var dálítið bara hlutverk ítalska knattspyrnusambandsins að standa á eigin fótum þarna. En það er hins vegar mjög áberandi að Mussolini stjórnin sem að hefur mikla
minnumáttakend, gagnvart umheiminum, að leggja áherslu á það að Ítalir séu að rísa upp sem stórveldi, hún leggur þetta höfuðkapp á að vinna. Og það þessi sigur áhersla sem að svo sterk. Og það eiginlega kannski frekar 4 árum seinna sem að áhugi Mussolinis á fótbolta hefur kviknað meira fyrir alvöru. Okay. Það þegar að Ítölum tekst að verja heimsmeistaratitil sinn í móti sem fer fram í Frakklandi. Einmitt. Og það í rauninni miklu sko pólitískara mót í alla staði vegna þess að það var mjög lítið pólitískt andóf gegn Mussolini á hans valdatíma heimafyrir. Það var bara öflug öryggislögregla sem að barði niður allar tilraunir til andófs. Það var stíf ritskoðun. En í rauninni þannig að sko gagnrýnin og mótmælin þau komu utanfrá frá útlögum. Þannig að sérstaklega í Frakklandi stórt samfélag af sem sagt bara landflótta Ítölum. Og þeir ætla svo sannarlega að nýta þetta heimsmeistaramót 1938 til þess að senda bara boðskapinn til heimalandsins. Já, þetta ekki bara dálítið sagt kannski með sanngirni að Mussolini sé svona ákveðin frumkvöll í þessari sportwashing sem við þekkjum í dag. Jú, ég held að það megi klárlega segja það og honum kannski lukkast það líka betur vegna þess að liðið verður í tvígang heimsmeistari. Ítalir verða heimsmeistarar í Frakklandi, lenda reyndar í bölvuðum vandræðum strax í fyrsta leik og mega hafa sig alla við að vinna norðmenn sem að teldu bara fram þarna öflugu áhugamanna liði og mæta svo sko frökkum í gríðarlega svona pólitískt hlöðnum leik. Því að það eru þá sko þúsundir sem sagt ítalskra útlaga eða franskra vinstrimanna sko staðráðnir í að mótmæla fasistunum. Þarna var farið að bera á því á þessum árum að þegar að ítalska liðið á faraldsfæti, leikur vináttuleiki bara í öðrum löndum, þá próvokerast áhorfendaskarinn þegar að leikmennirnir fara að sýna fasistakveðjuna. Og það eru sérstaklega það leikir, bæði landsleikir og svo félagsliða leikir milli ítalskra og austurískra liða á þessum árum, þar sem að allt síður upp úr og áhorfendur ráðast inn á völlinn, táraka sér beitt hópslagsmál milli leikmanna einmitt í kjölfarið af sko slíkum ögrunum. Og fasistarnir ítalska liðið á móti frökkum bæði sko fyrst höfðu þeir nú tapað sko hlutkestinu það hvort frakkar eða Ítalir myndu vera í bláu landsliðstreyjunni. Þannig að Ítalir áttu að mæta í varabúning og í staðinn fyrir að nota sinn hefðbundna hvíta varabúning þá létu þeir í skyndi sauma á sig alsvarta búninga. Voru bara í fasista litnum. Og mæta sem sagt bara í fasista búningnum, sína
framkvæma fasista kveðjuna, allt verður vitlaust á vellinum og viðbragð ítalska landsliðsþjálfarans að skipa leikmönnum sínum að endurtaka leikinn og hérna bara heilsa aftur með hérna uppréttri hendi. Ítalirnir vinna Frakkana í sko blóðugum leik. Bókstaflega og eru komnir í undanúrslit. Þá tekur við leikur á móti Brasilíu sem að hafði nú svona verið sko mætt til leiks ekkert sem, já, menn höfðu svo sem ekkert bundin eina sérstakar væntingar við Brasilíu þegar tími hafði ekki komið fram í hérna var ekki byrjaður almennilega, þeir voru ennþá litla liðið í Suður-Ameríku, mæta hins vegar með frábærlega skemmtilegt lið og töframannin hérna Leonidas sem að sko, þetta þótti nú bara sko sirkusbrögð að hann var maður sem skoraði hjólhestaspyrnur. Það var svona hans trademark. Og hérna, og salurinn sko, hérna, völlurinn ærðist af fögnuði bara þegar hann reyndi sko. Hvort svo sem hann tókst að skora eða ekki. Það var ansið sterkt svona signature move að vera bara með hjólhestaspyrnuna. Það er mjög gott sko. Og hérna eftir bara glæsilega framistöðu hjá brasilíska liðinu í 2 fyrstu leikjum þá Leonidas ekki heill og hann hvíldur í undanúrslita leiknum á móti í Tölum. Ég var alltaf einkennilegt líka, ég sá hann spila þarna 2 dögum áður, skorar og spilar svo bara 3 dögum eftir að skora 2 sko, en tók ekki þátt í þessu leik. Tekur ekki þátt í þessu leik og menn hafa nú svona lengi vel var það haft fyrir satt að Brasilíumennir hafi verið orðnir svo sigurvissir að þeir hafi bara ákveðið að geyma Leonidas fyrir úrslitaleikinn og ekki notaðan þarna í undanúrslitunum sem að væri nú eiginlega alveg sko furðulegt dómgreindarleysi á móti ríkjandi heimsmeisturum sem að þess utan voru með hörkulið. Þannig að líklega hafa nú verið einhver meiðsli sem að hafa ráðið meira þetta. Þannig að Ítalirnir vinna Brasilíu og fara svo freka þægilega í gegnum úrslitaleik á móti Ungverjum, Tékkana vinna þeir hérna 4 árum fyrr. Svo hafa menn svona og þarna má náttúrulega í rauninni segja að sérstaklega eftir þennan sigur svona með allir þessari svona konfrontasjón sem að fylgdi sérstaklega Frakkaleiknum að þá verður í rauninni þessi 38 sigur miklu stærri áfangi fyrir hérna ítölsku fasistana. Og svo einmitt rétt fyrir þetta móti ekki, þá innlimar Þýskaland Austurríki, einsett ríki. Jú, og málið nefnilega það og nú ættum við nú kannski að fara að færa okkur aðeins set frá Ítalíu til Þýskalands. Ítalirnir eru einmitt kannski dæmi fasistastjórn sem tekst bara nokkuð vel að ná sínum markmiðum með að nota fótboltann sem sitt tól. Samband þýskra nasista við fótboltann eins og miklu flóknara. Aftur erum við með það að sko hafi Mussolini verið lítill íþróttaáhugamaður að þá örlaði ekki á íþróttaáhuga hjá Hitler. Hitler fær þegar að nasistar komast til valda 1933 þá eru þeir allt í einu komni með í kjölduna ólympíuleika sem þeir höfðu sótt og fengið úthlutað á tímum Weimar-lýðveldisins og það var engin sérstakur spenningur endilega hjá nasistum með það að reyna að gera eitthvað mikið úr þeim. Það var 36 eða ekki? Já, þeir eru svo haldið 1936 Berlínarleikarnir. En fljótlega komast samt sem áður
þýsk stjórnvöld að þeirri niðurstöðu að það sé hægt að vinna eitthvað með þessa ólympíuleika og sumir segja að þeir hafi dálítið hort til reynslu Ítala á HM 2 árum fyrr og allavegna þá verða Berlínarleikarnir rosaleg skrautsýning. Það er ekkert hort í kostnað á meðan að fyrri leikar höfðu nú svona, það var dálítið gengið út á það að framkvæmdastjórn leikana býr bara til einhvað budget sem gengur út á hvað getum við selt mikið af miðum og hvað getum við þá leyft okkur að byggja upp af völlum og öðru slíku og svo reyna menn að reka þetta svona sirka bát á núllinu. Þá fá bara skipuleggjendur Berlínarleikana fá þann pening sem þeir þurfa og þetta er mjög meðvitað gert af nasistum til þess að draga einmitt jákvæða mynd upp af Þýskalandi og rjúfa ákveðna svona alþjóðlega einangrun. Þar sjáum við strax aldrei munin á meðan að sem sagt Mussolini heldur heimsmeistaramót í fótbolta til þess að Ítali vinni til að sýna þeir séu flottastir og bestir og fasistar séu göfugastir allra. Að þá er nálgun Þjóðverjana er frekar einmitt sú að sýna heiminum við erum ekki þessi skrýmsli sem að einhverjir róttækir vinstri sinnaðir menntamenn eru að reyna að láta vera. Við erum frábæri gestgjafar. Og birtingamynd af þessu er það að við sjáum Íslendingar mæta með stóran hóp íþróttamanna á Ólympíuleikana 1936. Við mætum meira sem við sundknattleikslið. Já, ok. Sundknattleikur var jaðarsport á Íslandi sem að þá sem nú. En þá er það bara vegna þess að bara Þjóðverjarnir buðu bara afskaplega hagstæð kjör og það kom stór hópur af íslenskum íþróttakennurum og íþróttar svona frömuðum fengu boð til þess að fylgja með á leikana, skoða íþróttakennara skóla og svona kynnast þess hvað væri í gangi. Þannig að Þjóðverjarnir nota einmitt, þeir eru með annað afbrigði af einmitt sportswashing sem að birtist í því að þeir senda þjálfara til svona þróunaríkja í fótboltanum. Íslendingar nutu góðs af því, við fengum topp þýska þjálfara, hingað komu sterk þýsk fótboltalið sem voru að leika á Melavellinum við mótherja sem voru runni langt fyrir neðan þeirra virðingu og þetta er allt saman bara partur af áróðusmaskínu Þýska ríkisins. Þannig að þegar að saga Ólympíuleikana 1936 er sögð og gengur einhvern veginn öll út á það að Hitler hafi verið svo reiður yfir að Jesse Owens, svartur maður, hafi unnið öll þessi verðlaun og Þjóðverjarnir hafi runni ætlað að rúlla yfir mótið og sýna þennan styrk sinn. Þá er það dálítið svona eftiráskýringar og það er svona eftirátúlkun sem að hefur orðið til í baksýni spegli seinni heimsstyrjaldarinnar. Íslendingar til að mynda voru engar umræður það í íslenskum blöðum hvort að það hefur verið rétt eða rangt af íslenskum íþróttamönnum að senda Hitlerskveðjuna, nasistakveðjuna í Berlín 1936. Þannig að Þjóðverjarnir nálgast íþróttirnar dálítið svona. Hitler mætir á sinn fyrsta og eina fótboltaleik í sögunni á knattspyrnukeppni Ólympíuleikana í Berlín. Og þarna mætir bara svona elitan, þarna eru Göring og Himmler og Rudolf Hess og allir þessi menn. Þjóðverjarnir eru að leika við norðmenn í fyrsta leik og menn hafa engar áhyggjur af þeirri viðureign, þeir bara geta ekki tapað. Norðmenn skora alveg í upphafi, parkera svo bara rútunni fyrir fram að markið og ná svo öðru marki í lokin og slá Þjóðverja úr keppni. Og Hitler sér strax að þetta er ekki íþrótt sem hann þarf meira á. Og segir kannski sitt að fótbolti er nefnilega svo miklu erfiðari
einmitt. heldur margar aðra greinar. Já. Það sem þú getur í rauninni gert með einstaklingsíþróttir og er að ef þú bara setur nógu mikinn pening í íþróttina þá færðu velun, þá færðu medaljur á ólympíuleikum, þetta er nánast bein fylgni. Fótbolta eru svo margar breytur, þú þarft að hafa svo margt annað. Þannig að Þjóðverjarnir nálgast fótboltan ekkert á þennan hátt. Og í rauninni sko náttúrulega eftir bara leið og nasistar taka völdin í Þýskalandi 1933 þá á sér stað bara nasista væðing alls samfélagsins. Öll frjáls félagasamtök í rauninni bara sett undir flokkin og flokksholla menn. Þannig að það er farið inn í bara listamanna samtök og verkalýðsfélög, íþróttahreyfingu og bara valið út óæskilegir aðilar, vinstri sinnaðir menn, gyðingar, þeir eru settir af. Félög sem að hafa svona gyðinga sem formenn eða áberandi forystumenn, þau fá á sig gyðingastimpil og eru lítin hornauga af nasistum í kjölfarið. Og það er dálítið merkilegt að svona í rauninni Bayern München, sem hefur nú kannski svona orðspor í dag að vera svona, þeir eru dálítið fótboltafélag valdsins og svona hægri, maður myndir kannski tengja það við hægrið og það að vera svona vel pólitískt tengdur. Þeir höfðu haft mjög áberandi forystumenn og sem sagt gyðinga sem að gerði það að verkum að nasistar vantreystu Bayern München. Okay. Og þegar að þeir mæta í keppnisferð til Sviss skömmu síðar og leikmenn votta svona brottflúnum fyrrum formanni sínum, gyðingi sem er meðal áhorfenda á vellinum virðingu sína, þá hefur það afleiðingar þegar að þeir koma aftur heim til Þýskalands. Já, okay. Þannig að það er bara gyðingum er kerfisbundið hent út úr þýskum fótboltaliðum, en að öðru leyti þá er ekki svona, það er ekki gripið til sömu svona ráðstafana eða svona beinnar stýringar. Nei, þetta er ekki svona sama áróðustól kannski og Nei. var í Ítalíu. Nei, það er ekki, það er hvorki þar né það sem að til dæmis gerist, við tölum Spán betur á eftir, við sjáum líka í Austurblokkinni, í kommunistalöndunum, þar stíga stjórnvöld inn og tiltekin félög eru skilgreind sem félög ákveðina stétta og eru sett undir ákveðinar svona opinberar stofnanir. Þetta gerist ekki í Þýskalandi og hluta til virðast bara nasistarnir voru bara dálítið miklir antisportistar. Já. Þeir voru betri í skrautsýningum og að marsera og í takt heldur en að keppa í kasta bolta eða sparka í hann. En svo náttúrulega hefst útþenslustefna Þýskalands og það er náttúrulega byrjar á hernámi og innlimun Austurríkis. Og Austurríkis sem að var náttúrulega, Hitler Austurríkismaður og leit svo á að þetta væri rauninni bara sama þjóðin, þetta væri allt saman Þjóðverjar og bara nánast
leið og innlimunin hefur farið fram að þá gerist náttúrulega nákvæmlega það sama. Að það er farið inn í íþróttafélögin, þar er hent út vinstri mönnum, þar eru gyðingar reknir í burtu og í Austurríki voru kannski áhrif beggja hópana mun sterkari heldur en hafði verið í Þýskalandi. Já, Austurríki var með mjög sterkt fótboltalið samt á þessum tíma, ekki? Já, Austurríki sem sagt, við vekum aðeins að því þegar við töluðum einmitt HM 1934 að það má segja það að ef að Austurríki hefði til dæmis mætt til leiks í fyrsta heimsmeistaramótið í Úrúgvæ 1930 þá hefðu þeir verið alveg kandidatar í meistaratitili. Þetta er liðið sem að ná bestum, þetta er landið sem er að ná bestum árangri gegn enskum og sem sagt breskum félagsliðum á þessum tíma sem var alltaf stóra mælistikan og svona fyrstu ár fjórða áratugarins eru Austurríkismennirnir svona besta meginlandsliðið. Vinna einhver svona Evróputitla eða ekki? Já, það er þarna þessi keppni Mitropa bikarinn sem er svona mið-Evrópu bikarinn sem er svona forveri Evrópukeppninar þar sem að Austurríki er mjög öflugt og þetta er lið sem að þykir meira léttleikandi, það er meiri spilamennska í þessu liði heldur en mörgum af svona líkamlega sterkari liðum þessa tíma. En strax á HM 34 þá eru lykilmenn svona orðnir rosknir á þeirra tíma mælikvarða. Það er dálítið merkilegt þegar maður skoðar hennar gamla tíma að menn eru oft bara að leggja skóna á hilluna 30. 31 ás maður er bara gamall og bara passlegt í sápugerðina sko. Þannig að þeirra lykilmaður og aðalhetja Matthías Sindelar hann er strax svona farið að slá aðeins í hann þarna 34 hann leikur síðan sinn seinasta landsleik í kveðjuleik austuríska landsliðsins. Já, það var að leggja það niður þarna. Já, þá er það í rauninni það sem er gert að þetta er nú frekar svona furðuleg hugmynd að Þjóðverjarnir sem sagt nýja hernámslið þarna í Þýskalandi ákveður að loka leikur Austurríkis skuli vera við Þýskaland og eftir þann leik yrðu landsliðin sameinuð og voru svona munu hafa verið mjög skýr skilaboð frá herstjórninni að þessi leikur honum skildi ljúka með jafntefli. Það er einhvern veginn svona tákgrænt og svona eitthvað vináttumerki og Sindelar og félagar létu ekki bjóða sér það. Þeir vinna þennan lokaleik og þykja svona fagna þessu óþarflega innilega. Einmitt. Það verður allt vitlaust á pöllunum, leikur sem að nasistarnir einhvern veginn sáu fyrir sér að yrði svona bara svona velvilja, svona gleði harmoni nýsameinaðra landa, þá verður það náttúrulega bara alls ekki þar sem að svona austuríkismennirnir, austurísku áhorfendurnir bara fagna trillingslega sínum mönnum og baula á Þjóðverjana og þetta fer mjög öfugt ofan í Þjóðverja. Það fara með bara sögur af því að Sindelar hafi bara fagnað í andlitið á einhverjum nasistafóringjum eða eitthvað svoleiðis. Og það vill nú til með margt í þessari sögu að þegar að kvikmyndavélin er ekki á svæðinu
þá er oft erfitt að greina á milli hvað er eftir á saga og hvað er eitthvað sem að menn eru hvað gerðist í raun og veru en þetta er kveikjan að endalausum vangaveltum í Austurríki. Austurríkismenn sko líta enn á Sinterlegar sem besta knattspyrnumann sinnar sögu og hann deyr við torkennilegar aðstæður fljótlega í kjölfarið. Já, þetta var febrúar 39 eitthvað. Já, sem sagt og þá vildu menn meina þetta, þá nú liðið nokkur tími þarna frá þessum sameiningar leik. Sinterlegar gefur ekki kost á sér í að leika undir merkjum sameinast Þýskaland sem á móti kemur að þá er náttúrulega líka hann er bara komin á þann aldur að hann er að leggja skóna á hilluna þannig að það þurfti ekki að lesa allt of mikið í það en þarna einmitt 39 þá er komið að honum og hérna unnustu hans látnum á heimili sínu þar sem þau hafa kafnað og þá hafði sem sagt og þá er spurningin var þeim ráðin bani eða var þetta hreinlega bara bílun í gaslögn sem að var til þess að gas fór inn í herbergið og þau létust í svefni það er nú svona pingulítið langsótt að Gestapo eða einhver viðlíka hérna stofnun hafi nú ákveðið mörgum mánuðum síðar að ná sér niður á fótboltamanninum fyrir að hafa verið þarna með einhver hrekkjabrögð á fótboltavellinum en margir Austurríkismenn eru algjörlega sannfærðir það. Já, en kannski ekkit fyrir neðan virðingu þeirra þarna. Nei, og það náttúrulega dregur náttúrulega ekki úr hetjuljómanum ef hann hérna fórnaði lífi sínu fyrir hérna málstæði. Og hann er náttúrulega ekki, sko, nú er ég af þeirri kynslóð að ég man eftir afar skemmtilegri og ævintýralegri bíómynd sem heitir Escape to Victory sem að var nú lengi vel alltaf talin svona eina af fáum almennilegum bíómyndum sem hefðu verið með fótbolta sem aðal umfjöllunarefni og gerðist í fangabúðum hérna nasista í stríðinu og þar sem að svona hópur leikmanna hérna voru nú svona Bobby Moore var nú meðal þeirra sem að lék í þessu og svo nokkrir svona minna lægra skrifaðir hérna enskir fótboltamenn og svo var nú sjálfur Pele fenginn til þess að leika knattspyrnumann og nú frekar ósamfærandi stríðsfangi í þessari mynd Sylvester Stallone var hérna markmaður ef maður rétt og þarna var settur upp landsleikur milli hérna fangavarðana og eða milli úrvalsliðs nasista og fangana í búðunum. Þeim gert að tapa leiknum og hérna og svo tengist þessu flótta tilraun á þarfandi götunum. Endilega, finnið hérna myndina á netinu, Escape to Victory. En hún náttúrulega vísaði í margar svona sögur sem að ganga oft sagnfræðilega veikar sem að byggjast einmitt á kappleikjum sem eiga hafa átt sér stað í stríðinu í fangabúðum nasista ég kannski rétt áður við komum að því svo við botnum nú Austurríkissöguna að þá er á þessi innlimun sér stað rétt sem sagt fyrir heimsstyrjaldarmótið 1938 þar sem að Austurríki og Þýskaland voru svona bæði talin alveg
þokkalega sterk, hvorug talin alveg sigurstranglegust en á góðum degi hefði hvað sem geta gerst. Niðurstaðan eins og svo að fyrirmæli frá Berlín voru þau að til þess að árétta þessa velheppnuðu sameiningu þessara landa, að þá skyldi landsliðsþjálfarinn velja 5 austurríkismenn í liðið sitt. Já. Og útkoma var í rauninni með því að taka 2 sterk lið og steypa þeim saman að þá varð útkoman 1 lakara. Leikmenn, austurrísku leikmennir og þýsku leikmennir í þessu þýska landsliði á HM 38, þeir bara töluðust ekki við og sendu eiginlega ekki hvor á annan á velli, þannig að þessi bara 3 liðin á vellinum hana. Já, í rauninni sko, og þeim tókst bara að tapa strax í fyrstu umferð á móti Sviss og voru bara þar með úr leik. Já, þetta var bara útsláttarkeppni. Já, þannig að svona karma jafnaði þar pingulítið metin. En já, ég var hins vegar að tala einmitt fótbolta í fangabúðum. Sko, upprunalega fyrirmyndin af þessari frægu mynd Escape to Victory saga sem að Sovjetmenn héldu mjög á lofti eftir stríð, sem var hinn svokallaði dauðaleikur í Úkraínu. Og byggði að því leyti á raunverulegum atburðum að í sem sagt hinn hernumda hluta Úkraínu þá settur upp kappleikur milli heimamanna og Þjóðverja. Og heimamenn vinna þann leik með miklum yfirburðum. Í liði þeirra voru menn sem tengdust andspyrnuhreyfingunni og í kjölfarið eða sem sagt skömmu síðar þá hluti þeirra bara eru þessi menn teknir, þeir eru handteknir og teknir af lífi. Þessi saga slípuð dálítið til og verður fljótlega einhvern veginn á þá leið að þarna hafi beinlínis verið fótboltamenn sem guldu með lífi sínu fyrir að sigra þýskt hernámslið. Að svona sagan verður alltaf meira og meira þannig að Þjóðverjarnir hafi sett upp þennan leik, þeir hafa ætlað að vinna, þeir hafi gert Úkrænumönnunum það skiljanlegt að það var ekki í boði að vinna leikinn, fengið á baukinn og svo hafi fjöldamorð farið fram í kjölfarið. Og þessi saga fór út allt. Það var hægt að lesa hana í íslenskum blöðum, endursagnir og þessi leikur var bara meðhöndlaður sem söguleg staðreynd. Sambærilegar misstaðfestar sögur. Þetta er svona flökkusagnaminni sem að skýtur upp kollinum aftur og aftur og hægt að finna sambærilegar sögur nokkuð víða á árum seinni heimsstyrjaldarinnar. Í dag ganga það kannski segir sitt að í dag hefur kannski þessi klofningur milli Rússa og Úkraínumanna tekið á sig þá mynd að Úkraínumenn ganga mjög langt í því að berja niður þessa sögu. Og svona hafna henni að því að hún sé einhvern veginn bara partur af einhverju svona gamalli sovjeskri mytológíu og svona nánast í rauninni svona nánast þannig að menn séu bara svona farnir að réttlæta það að einhverjir fótboltamenn hafi verið teknir og skotnir úr því að þeir voru í rauninni í andspyrnuhreyfingu. En gott og vel, hvað svo sem hæft í þessari mýtu eða ekki, þá það alveg ljóst að fótbolti spilaður
í fangabúðum og í hérna útrýmingabúðum nasista öll stríðsárin Já, ok. og bara í stórum stíl. Það eru hérna og þar sér maður það hvernig í rauninni það þegar að fólk að reyna bara að gera gott úr ömurlegum aðstæðum, bara halda sönsum í hérna blóðbaði og heimstyrjöld, þá leita menn í eitthvað svona, eins og einmitt bara íþróttirnar og kappleikina. Í Póllandi, þar sem að hernámsliðið bannaði allar knattspyrnuleiki, bannaði allar fjöldasamkomur, þá eru ýmis dæmi það að fólk hafi lagt sig í stórhættu við að skipuleggja fótboltaleiki á laun í einhverjum túnum í útjöðrum bæja og borga, og svo þegar að hernámsliðið komst á snoður þetta, að þá áttu menn fótum fjóra launa eða voru hreinlega bara skotnir á flóttanum fyrir að voga sér að spila fótbolta. Já, ok. Þannig að fótbolti getur verið dauðans alvara. Í fangabúðunum og í útrýmingabúðunum gafst náttúrulega oft mikið tími og fólk náttúrulega þráði afþreyingu, bæði fangar og varðmenn. Og þetta gerir það að verkum að í mjög mörgum þessara búða er bara skipulagt fótboltastarf umborið eða beinlínis lyft undir það. Okay. Sem að varðmennirnir skemmtu sér við að horfa á leikinn ekkert síður heldur en fangarnir, þeir veðjuðu úrslitin, leikmennirnir sem að ég meina meðal þeirra sem að voru handteknir og enduðu í búðunum voru margir frægir fótboltamenn og það náttúrulega spurðist strax um leið og þeir komu, og þeir eru þá bara munstraðir í lið. Ef þú varst í fótboltaliði þá fékkstu betri mat. Þér var hlíft við erfiðustu störfunum. Þú gast jafnvel fengið tíma til þess að æfa. Og að samfangarnir bara liðu þetta eða umbáru, en það höfðu þeir líka, þetta var krydd í tilveruna, horfa á leikina, og þetta í rauninni í sumum tilvikum var þetta ótrúlega fullkomið kerfi. Ég las bara síðast í fyrradag fangabúðir þar sem að var deildaskipt keppni. Já, okay. Þannig að hafa bara lið sem að fóru upp og niður deild. Það var svona vísir að leikmannamarkaði, þar sem að menn gengu þarna einhvað kaupum og sölum og einhverjir sígarettupakkar fóru á milli og þar fram eftir göttunum. Og svona þetta, það eru fræðimenn sem að hafa einmitt rannsakað þetta. Þetta var fyrirbæri sem að svona kom oft fram. Það var oft getið þetta í minningum fólk sem að hafði verið í útrýmingabúðunum. En lengi vel að þá voru þessar sögur, þær frásagnir voru alltaf skrifaðar út úr sögunni. Það þótti einhvern veginn þegar að heimurinn var að heyra hrylling Auschwitz og annara slíkra búða fyrst eftir stríð, þá vildu menn bara mjög svarthvíta einfalda mynd af því hvernig þetta hefði gerst. Það sem þú hafðir bara fangaverðina sem að voru hvalarar, og svo varstu bara með fangana sem að allir voru á sama plani, kúaðir og undirsettir, og allt sem að flækti myndina eins og
það að það hafi verið kannski einhver vísir að einhverju eðlilegu samfélagi eða einhver fyrirbæri eins og bara íþróttaiðkun sem hafi átt sér stað þarna innan. Knattspyrnu sambönd innan fangabúðana. Það bara gekk ekki upp. Og við sjáum þetta er aldrei merkilegt. Við höfum okkar dæmi þetta hérna sem náttúrulega kannski okkar frægasti fangabúðar frægast Íslendingurinn sem að satt í útrýmingabúðum, Leifur Müller. Gat hann eitthvað í bolta? Nei, reyndar pappans var afburðað íþróttamaður og hérna sem sagt, pappans var sem sagt frá Noregi og átti stóran þátt í að kenna Íslendingum og skíði og skauta og hérna rak íþróttavöruverslun. Þannig Leifur hefur nú örugglega einhvern tímann sparkaði bolta og verið enn betri á skautum. En hérna, Leifur Müller skrifar endurminningar sína tvisvar. Og fyrri bókin kemur út ekkert löngu eftir helförina og hún nær mjög litlu flugi. Hluta til vegna þess að hann er að fjalla hluti sem hann vildi ekkert heyra þar sem hann er að lýsa því að fangarnir hafi bara verið til í að gera hvað sem er fyrir bara stærri matarskamt. Bara það hefur verið slegist það að fá að moka líkunum inn í brennsluofnana því að þá fékkstu aðeins betur að borða. Og hérna og þetta bara passaði ekki að þeirri glansmynd sem að menn vildu búa til af lífi fangana. Þessi döpur glansmynd. Já, en hérna síðan einhvern veginn þegar að hann segir sögu sína aftur einhverjum áratugum síðar og Garðar Sverrisson skrásetur í þessari frábæru bók býr Íslendingur hér sem að allir eiga náttúrulega hafa lesið. Þá getur hann í rauninni rakið þetta og bara lesendur eru bara betur reiðubúnir til þess að móttaka þetta. Og fyrir vikið þá hafa menn farið að skoða aftur einmitt þessar lýsingar á fótboltalífinu í útrýmingabúðunum og sé þetta sem þetta í rauninni var að leið fyrir fanga í ómögulegum aðstæðum til þess að halda mannlegri reisn. Já, fá eitthvað svona escape. Já, og fá bara líka upprifjun. Ég meina að sjá sína menn vinna knattspyrnuleiki, keppa jafnvel við fangavarðalið og hafa þá undir. Og þetta er alveg, þetta er mjög skemmtileg undirsaga og ég hvet fólk bara til þess að kynna sér hana. Tekur stundum á sig mjög furðulegar myndir. Uppáhaldssaga mín er sú af hérna fangabúðaliði sem að fór í keppnisferð og fór í keppnisferð yfir landamærin og lék leik í Sviss og þar stungu allir leikmennir af. Og þá hefur nú væntanlega fangabúðastjórinn þurft að svara mjög erfiðum spurningum til hérna yfirmanna sinna. Þannig að eins og ég segi, fótboltinn kemur víða við sögu í Þýskalandi nasismans og í hernumdusvæðinum. En nú held ég að sé tímabært að við komum okkur til þriðja fasistaríkisins. Spánar. Við komumst til Spánar. Og þar gerist þetta að Spánn er mjög óstöðugt stjórnarfar þar á millistríðsárunum. Svona konungsvaldið hafði verið sett af, það hafði komið herforingjastjórn, tímabundin lýðveldisstjórn sem að síðan er aftur fellur í borgarastyrjöldin 1936. Þar sem að Franco hershöfðingi tekur völdin og heldur þeim til dauðadags. Deyr 1975 og er nú þá rauninni búin að fá heila blóðfall og er eiginlega út úr heiminum alveg undir rest. Og þetta er náttúrulega óboðsleg harka í því stríði sem við þekkja. Nasistar og fasistar á Þýskalandi og Ítalíu leggja Franco-stjórninni lið með beinum hætti, framkvæma loftárásir á hérna almenna borgara og þar fram eftir götunum. Og í kjölfarið er farið í
bara gríðarlegt uppgjör. Andstæðingar Frankó-stjórnarinnar ýmist hrökklast úr landi eða eru settir í fangabúðir. Það eru leikmenn, það eru knattspyrnulið sem að eru búin að vera sem eru í rauninni á ferðalagi í keppnisferðum þegar að fasistarnir vinna sigurinn í stríðinu og bregðast þá þannig við að þau koma sér ekki heim, heldur halda áfram að túra veröldina og leika leiki til þess að vekja athygli á málstað spænskra lýðveldissinna og safna peningum til þess að senda heim í andspyrnuna. Það er lið frá Bilbao sem að meira að segja skráir og keppir eitt keppnistímabil í mexíkósku deildinni bara þeir voru staddir þar og ég held eigi þetta silfurverðlaun í mexíkósku deildinni sem er svona óvenjulegt að vera gestalið í landsdeild. Og það er bara á nákvæmlega sama hátt og gerist á nákvæmlega sama hátt og gerist í Þýskalandi. Þá fer náttúrulega bara nýja stjórnin inn í félögin og óæskilegir aðilar, þeir eru bara teknir og reknir í burtu eða það sem verra er. Og það er henni náttúrulega merkilegt og þetta er eilíft þetta er eilíft deilumál þegar kemur að spænska boltanum í dag er að Real Madrid er oft hampað er oft svona stimplaðir fasistalið. Þetta séu drengirnir hans Frankós og var fyrir nokkrum árum þegar að þá tókst nú Alex Ferguson að gera allt vitlaust eftir leik þar sem að hans menn höfðu nú tapað fyrir Real Madrid þar sem að hann lét svona einmitt falla í einhverju framhjálaupi, einhverju orðum svona gamla Frankó liðið sem að Madrid væri og ég held að hafi sé ekki nema ár síðan að það var mjög svona það var svona samfélagsmiðla stríð milli Barcelona og Real Madrid þar sem að þau voru svona að senda pillur á Twitter sem að byrjaði á því að Barcelona setti inn eitthvað lítið myndskeið þar sem að var verið að rekja söguna og að fasískum tengslum Real Madrid sem svaraði fullum hálsi og þannig að við erum komin út á mikið jarðsprengjusvæði. Já, þeir eru eitthvað svona kapp í dag hver er minni fasisti eða eitthvað. Já, eiginlega, og hvorir stóðu í lappirnar, hvorir voru lýðveldisinnarnir og hvorir ekki. Og þar ber því til að svara að hér er margt í mörgu. Sennilega var það eru fálið sem fóru verr út úr ofsóknunum fyrst í kjölfar yfirtökunar heldur Real Madrid vegna þess að forseti félagsins hann var sósíalisti og virkur í pólitík og honum er rutt úr vegi. Það eru tilteknir leikmenn, það er fjöldinn allur af leikmönnum sem að ganga hafa barist með lýðveldisinnum og aðrir sem að hafa barist með fasistum. Þannig að Real Madrid er svo sannarlega ekki einhverjir einhver aukna konfekt Frankó-stjórnarinnar frá byrjun.
á sama hátt má kannski segja að Barcelona sem að hefur dálítið viljað segja þá sögu að þeir hafi nú alltaf verið saga sko, þeir hafa alltaf verið félagið sem að var leiddi andófið. Einhverju sjálfstæðisbaráttu. Í sjálfstæðisbaráttu gegn fasistastjórninni. Þá er sú saga hún er kannski ekki óslitin og frá upphafi. Það voru önnur félög í Katalóníu sem voru kannski miklu frekar félög sjálfstæðis sinnana eða lýðveldi sinnana þar sem að hreinlega sko félagsheimilunum var bara breytt í vopnabúr og árásir á fastasveitirnar skipulaðar. En það sem að gerist sérstaklega svona með tímanum, ég meina fasistastjórnin spænska leggur frá upphafi áherslu á spænska þjóðernisstefnu og hluti af því er að berja niður og það er þá í rauninni bara sko spænsk þjóðernisstefna bara á grundvelli sko Kastalíu. Þar sem þú bara talar þessa hefðbundnu há spænsku og svona minni málsvæði þjóðernishópar það er reynt að slétta það allt saman út. Já, eins og var í Katalóníu, ekki? Já, Katalóníu, Barcelona er hluti af Katalóníu og katalónskan, ég meina, hún er bara svona bönnuð sem eitthvað opinbert tungumál og síðan er þetta náttúrulega enn drastískara í Baskalandi því að sko baskneskan er svo gjörsamlega ólík á meðan að katalónskan og spænskan eru náskyld tungumál að þá er baskneskan bara ótengt öllu öðru og í rauninni miklu sjálfstæðari þjóð Baskarnir. Og það er Bilbao eða ekki? Það er Bilbao og Real Sociedad og nokkur slík lið og þau verða með tímanum þá verða þessi félög mismikið einstök baskalið og katalóníulið verða svona eiginlega eini vettvangur fyrir þessi litlu þjóðabrot til þess að halda einhverju svona identiteti og sjálfstæði. Það er til þess að gera nýkomið að Katalóníumenn fagni eitthvað sérstaklega sigurum spænska landsliðsins í fótbolta. Það er 21. aldar fyrirbæri í rauninni að miklu leyti. En þetta er samt dálítið kúnstugt að á meðan að baskarnir halda sig við sem basknesku liðin reyna að halda sig við þá regla að tefla bara fram baskneskum leikmönnum, einvörðungu, þá tekst þeim samt að gera það með orðræðu sem talar til fasistastjórnarinnar með því að segja við erum bara með spænska leikmenn. Að á meðan að stóru spænsku liðin, ég meina eins og Real Madrid, Atletico Madrid, Barcelona voru að kaupa suður-ameríska leikmenn eða leikmenn annar staðar frá Evrópu, að þá gátu baskarnir komið og sagt við erum ekki með útlenska málaliða og að því leyti var hægt þó þú væri í rauninni með svona bastnest þjóðernisverkefni þá gastu þó ramma það inn að þú værir á einhvern nátt þjóðlegur og ekki alþjóðlegur í það minnsta. Þannig að margt af þessari svona sjálfsmynd sem að lið eins og Athletic Bilbao og Barcelona hafa er seinni tíma tilbúningur. Þetta er kannski einhver þjóðernisvakning sem er að eiga sér stað 1970 og eftir það og fylgir ekki með allan tíman. Real Madrid hins vegar er félag sem að hefur alltaf sýnt mikla aðlögunarhæfni og eru góðir að koma sér inn undir hjá ríkjandi valdhöfum hverju sinni. Sem sést á því að þeir áttu bara, þeir
sem sést bara á nafni félagsins. Real, konunglegur, þetta arfur frá því að Alfonso 13. Spánarkonungur sem var með fótboltadellu, hann bauð hinum á þessum félögum að hvort að hann mætti ekki verða verndari og félagi geti orðið konunglegt og þá fengum við þetta Real forskiti. Þannig að það vafðist ekki fyrir Real Madrid mönnum að vera konungsinnar þá. Á tímum lýðveldisins, þá fengu þeir einmitt sósíalískan forseta sem var bara tengdur ríkjandi stjórnvöldum og eftir að fasistarnir voru komnir til valda að þá löguðu þeir sig að því leikmaður sem að gamall leikmaður hjá þeim sem hafði reyndar verið hafði naumlega tapað í forsetakjörinu þegar að sósíalistin var kosinn var Santiago Bernabéu sjálfur sem að völlurinn í dag kendur við. Hann var innanbúðamaður í liði Francos, tekur við forsetastöðinni hjá Real Madrid og fer að byggja upp þetta evrópska stórveldi. Og þannig að það má alveg, ég held að það sé mjög ofmælt að segja að Real Madrid hafi orðið svona sterkt vegna tengsla við fasista en það spilti ekki fyrir og fasistastjórninni þótti það bara býsna gott að ná að baða sig í velgengni Real Madrid á alþjóðasviðinu. Real Madrid vinnur þarna vel flesta Evrópumeistaratitlana eftir að Evrópukeppni meistaraliða í knattspyrnu er stoppsett. Þið vinna 5 fyrstu skiptin eða 5 af 7 fyrstu skiptunum og eru alltaf í úrslitum þar fyrir utan. Þetta svona upplifa Spánverjar sem svona leið sína til þess að svona ná aftur inn fæti á alþjóðavettvangi eftir að heimsstyrjöldinni lauk og bandamennirnir í Þýskalandi og Ítalíu voru fyrir bí að þá tekst nú Franco að halda sinni stöðu og mjög fljótur að skipta bara yfir í að verða besti vinur Bandaríkjanna í staðinn sem voru svo sem ágætis pólitísk slægð. Spánverjar nýta sér það vel að ná að verða Evrópumeistarar í knattspyrnu 1964 þannig að svona þessi svona leið Spánn notar fótboltann klárlega svona til þess að verða svona gildandi afl í Evrópu og við sjáum þetta líka þetta kannski þetta fylgir einræðis stjórnum að þær lyfta stóra liðin í höfuðborginni. Sjáum það hvernig Mussolini að lyfta Rómarborg og Rómarliðinu þá sjáum við að það sama gerast á Spáni með Madrid og þetta reyndar dálítið sko forvitnilegt ef maður skoðar í rauninni bara mynstrið yfir hvað eru sterkustu félagslið einstakra landa að þá dálítið svona tilhneiging til þess að í einræðissamfélögum þá eru það stóru liðin í höfuðborgunum, í lýðræðislöndum þá eru það einmitt oft lið frá minni borgum sem að nota fótboltann sem sitt identitet í stríðinu við valdamiðjuna. Þess vegna sjáum við að í Englandi erum við með við erum með Manchester, við erum með Liverpool sem öflug lið. Í Þýskalandi hefur Berlín aldrei getað neitt í fótbolta á meðan að það eru minni
ríkishöfuborgir. Til skamms tíma áður heldur en að arabískir olíupenningar komið til sögunar að þá var París vandræðilega léleg í fótbolta miðað við minni borgir eins og Bordeaux og Lyon og Marseille og þar fram eftir götunum. En það er kannski önnur og stærri umræða sem að við verðum að eiga bara síðar. Já, það er nokkuð ljóst að fótboltinn hefur verið ansi gott tól fyrir fasistana í gegnum tíðina. Hann er tól fyrir fasistana en jafnframt er þó gott að muna að hann er líka leiðin fyrir fólk til þess að mótmæla. Við hefðum getað tekið fjórða fasista ríkið sem að er Portúgal, þar sem að Salazar stjórnin hafði allt aðra nálgun heldur en hin þrjú löndin vegna þess að þeir bara vantreystu fótbolta sem einhverju bresku fyrirbæri, börðust lengi gegn því atvinnumennska yrði leyfið í Portúgal sem að gerði það að verkum að það tafði Portúgal í áratugi að koma inn á fótboltasvið, en það var einmitt síðan á fótboltavellinum þegar að Spútnik lið í Portúgal, stúdentafélag úr einum háskólaliðinu komst alla leið í bikarúrslitaleikinn árið 1967, notaði hann grimmt sem svona mótmæla stökkpall með þeim afleiðingum að herforingjastjórnin lét ekki sjónvarpa þeim úrslitaleik, einum bikarúrslitaleikja og þeir eru til sem að vilja rekja upphaf Nellikubyltingarinnar í Portúgals til þessa eina knattspyrnuleiks þar sem í fyrsta sinn í sögunni að svona unga kynslóðin í Portúgal reis upp og bauð valdinu byrgið. Þannig að fótbolti er kúnatæki en hann er líka leið fyrir þann kúaða til þess að finna rödd. Já, hann er margslunginn. Já. Ekki bara að segja það. Þá bara þökkum við fyrir okkur. Við sjáumst bara að viku liðinni. Það sem nú verið með lengra móti var þetta.